Gott að ég byrjaði eftir þetta. Má ég endurtaka? Nei. Pínu vinalegt að sjá það sé verið að rífa sjálfskylningu á þessu. Tókum við á þessum drifskastboltum á Akureyri, eða? Það áhugavert. Þeir voru allir lausir. Já, ég myndi nú ekki segja að þeir væru hertir núna, sko. Nei, en þeir eru allir þarna, ekki? Þeir eru þarna, jú. Það er nú. Já. Ég held að við þurfum bara að gera þetta bara eftir hverja braut næstu, sko. Já, eiginlega. Já. Þurfum að byrja að beita hann. Þessi biti er ekki að gera rosalega mikið. Nei, hann er bara ekki að gera neitt, sko. Ég horfði á þetta á Akureyri, sko, og sá að það vantaði bolta, en hugsaði, ok, það er alltaf lagi út því að bitin heldur við undir skiptinguna. Hann náttúrulega gerir það ekki lengur, sko. Það er ekki skrítið að boltarnir séu að verða lausir á mótornum. Hann er alltaf bara hér. Spurningum að græja þetta svona fyrir. Holy! Djöfull er hann ljótur. Já, ég sá það í lögnunum. Já. Hún er alveg vel brennd, sko. Já. Svo við bara... Ok, hann er kominn. Kominn af? Eða svona, hann er ekki kominn af, en hann er að detta af. Tilbúin. Wow. Hún bara heldur þessu. Hérna. Ha. Ok. Það er eiginlega bara... Haldið henni. Já. Ég veit að það var steppi. Rúmið við. Nýtt. Það er bara svona tíma að stilla eins og að stilla kveldinu. Til þess er þessi tímaspilling hugsun. Þetta er náttúrulega ekki í grunninn. Jú, ekki í það. Ekki hérna. Sko... Bara losa þess að sem heldur því? Já. Mátt herða þannig að aftur. Mamma mia. Svona já. Þessi er þetta út? Medium. Já, þetta var transbreak-pinni. Já. Ok. Já. Hérna daga það. Það er betur hjá. Já. Úr og allt. Nú fann að síga samt. Snúðaðist mynd. Já, hann sást ekki. Þetta var skítlétt. Já. Það stóð ekki? Já, sá. Haldið þú værir í bollinu sem að gummið þig í?
Það var einmitt að segja daginn að það eins og, bara hinn, reisböndin eða orginal og reisböndin rauðu. Og það bara leið að þú keyrir þau smá og þá eru þau bara farin að trosna upp á endanum, sko. En þetta eru kevlar og þau eru mjög góð, sko. Þetta. Og snúanum held ég. Skal við starta? Já. Já, sjáum bara hvort hún skjóti. Það getur komið sprenging aftur eða Lögum sér það á. Það nú hæpið. Já. Jó, reyndar að getur við í hérna eins. Já. Skjóta! Jöfullinn. Prófa þetta. Já. Líklegur. Svona, ok. Áhverju er hann að fara næst í gang og Hvað djúvill mikið af bensínin á honum? Ha? Nú kom sprenging hérna með. Já. Sælir. Það var bensín þarna inn á. Það er kveikt í það á villum tíma. Hann er að kveikja á kolvillum tíma, sko. Hann gerir þetta ekkert öðruvísi, sko. Það bara, getur ekki annað verið. Hann bara lætur gjössanlega þannig eins og hún sé vitlaug, sko. Já, hann er kolvillum tíma, sko. Skýtum við. Þannig eitthvað ljós. Ok. Ok, ég fór örugglega í vitlaus átt. Við erum komin nær, þetta var 40 gráður þarna eða eitthvað. Já, allir ekki. Ég sá þetta svo illa í. Þannig að við erum að fara aðeins lengra. Aðeins lengra, prófa það. Bara 180. Ég held að ég þurfi að ná þess að myndavél, sko. Smá. Já, það er best að láta hann fara smá og leifa hann að byrja að éta það, sko. Það kemur ekki bara búið. Já, já. Húfið þarna. Þetta er ekki neitt.
búið. Við getum þetta, búið. Ítt hann upp. Já. Alright. Let's check this out. Úps. Já, þú verður aðeins og þetta alveg ennþá meira hinum. Hei, verður bara ekki fegin að ég hafi ekki kíkt á allt saman. Aðeins úti. Úps. Nei. Stóruðin í hodnin. Já. Það kemur þeim í hann. Með lítinn eða? Ó, þetta. Þetta var gott. Vá. Þetta var... Þetta var rosalegt. Þetta var drátt, eða? Já. Ég ætla ekki að vera með leiðindi, en hann er öfugur, sko. Hæ? Hann er öfugur. Hann á að vera... Getur það bara verið, eða? Já, hvað meinar þú? Setta á hann í hann þannig að ég bara, þetta er alltaf heimskulegt, sko. Nú? Bara leita ekkert eðlilega heimskulega út þannig. Þú horfðir á þetta, gæst ekki sett það? Já, ég sá það bara núna eftir að þú varst að tengja þetta, sko. Það var líka nálægt þetta biti. Já, ég gera það vissulega, sko. Ég var líka búinn að vera að æða þannig en æða, sko. Ó, já. 1,
Örugglega, vonandi. Það er svo sem ekki að spenna það mikið, bara... Já, ég ætla bara að reyna bara... Það hafa þetta eða? Já. Og þetta bara, þú veist, eins og... Ég er bettur undan hjól. Já. Svo núna fyrst, sko, bara, þú veist, bara hérna út og hérna og bara, þú veist, hringir. Bara á kannski 30-40% gera, það er ekki núna. Villestur? Jó. Það væri bara kaldur, hann er bara 50 núna. Það er 50 núna? Ok. Það er samt að breyta honum aðeins. Kíkja ég bara hvort hann sé að gera rétt. Já. Það getur verið bara ef hann var ekki. Það hefur verið aðeins munur og Guði sé lof. þetta var bara fínt. Einn. 6, hérna, þá þriðji hjá þér. Með vakuumstýringarnar í skiptingunum að gera. Já. Hún herti sér ekki þegar hann var að hann er að skila öllu afli. Hæ? Bergur, ef þetta er pakningin. En ég glemdi vissulega að herða tappan, þannig að það er þessi pollur. Já, nei.
lekur undan honum, já. Nei. Ég veit ekki, það leikur á. Bergur, ég sagði að við áttum að kýta þetta. Þetta er bara óhætt hjá þér, þetta er bara laus. Gummi kom hérna með Milwaukee-vélina. Já, hún var sennilega... Ég er nýbúinn að slíta bolta þarna, ég ætla ekki að gera það aftur. Þetta er ekki örugglega baskana Ei, ég torkspekkaði þá. Þarna stóðstu þig. Takk. Ég segja það. Þetta er heldur nóg það. Ég veit samt sannlega hvað hefði gerst. Þetta litla uggadugga á vélinni hefði verið nóg yfirleitt, en hún var sannlega stillt á 1 en ekki 3. Af hverju má ég bara vinna í bílum? Hver leyfði það bara? Bara allan vegstæði. Takk. Aftur. Þetta... Já. Hann deyr ekki, hann deyr ekki á honum. Það deyr ekki á honum. Það deyr ekki á honum. Já. Auðvitað deyr ekki á honum. Kveikir hann ekki á systrum. Já. Jæja, fór í gang. Ég vil sjá hvort það sé auðveldara að snúa honum. Gjör svo vel. Skífaður og góður. Skarlið er frábærska. Nei, ok. Þetta er keppni, sko. Mikil þjappa, mikil power. Ég ætla að segja, ég ætla að skrifa þetta á það. En hei, hann fór í gang. Klárlega vandamáli. Það var bara að fara í gegnum þetta og ventlast til að þetta er rétt.
Þetta er þetta. Hár og myndalegur, næsta spurning. Hvernig gengur? Bara, næsta spurning. Hann skotin er þetta. Valli! Heyrðu, það er allt í drasl, maður. Drifsköft út um allt. Jæja, herðu, stangareilir eru búinn og þar með er torfæri tímabilinu 2025 lokið. Þetta var mjög góð keppni, rosalega góða brautir og já, bara eins og ég segi, almennt góð keppni og smá töf út af biljun á gröfu en þau höndluðu það mjög vel og servicemenn hana í flestum liðum voru komnir að hana, það er svo mikið að mönnum sem vinna við að gera við gröfur og vélar og annað, þannig að það voru komnir hérna einhverju 5 kallar og mismunandi liðin til að gera við hana, þannig að það tók enga stund að vippa því frá. En já, annars bara mjög góð keppni. Þetta var besta keppnin okkar í sumar, því miður, bæði út af því að hún var ekki einu sinni það góð og bara bömmir að standa sig alltaf best í lok tímabils, það er alltaf hjá svekkjandi. Við endum í 5. Hefði getað verið 4. ef ég hefði ekki bakkað í seinustu brautinni, en ég hefði líka bara átt að fara upp í seinustu brautinni. Ég eiginlega skil ekki alveg það, framfjörun hjá okkur var ekki alveg að höndla fyrra frákastið þarna, þannig að það stútaði mér í bæði skiptin held ég. Annars, eins og ég segi, bara mjög góð keppni og bara mjög fín endir á tímabilinu. Já, þetta season er búið að vera miklu auðveldara heldur en seinasta season, svona upp á tíma og annað. Við erum ekki búin að skrúa nærði jafn mikið við fyrra, sem er fínt, en samt sem aðeins búin að skrúa slatta og gera. Það er ekki búið að ganga jafn vel í ár eins og í fyrra, sem er ótrúlegt að segja. Með bíl sem var bara ekki í lagi í fyrra, það er magnað að við skulum hafa staðið okkur það vel í fyrra. Það var náð, ég vil ekki 7. sæti eða eitthvað í Íslandsmeistaratitlinum. Ég held í ár erum við örugglega sennilega svipað 7., 7., 8. eitthvað svoleiðis. Ekki það skiptir einu máli, en ágætt tímabil að mörgu leyti. Bílinn var bara mjög heill svona yfir sísonið, klikkaði skipting einu sinni, eða tæknilega séð 2 en bara einu sinni í keppni. Og annars bara mjög bilunarlaus nema stýrið aðeins og já, þannig að ég fekk að keyra fullt, sem að er bara í fyrsta skipti bara ever sem ég fengið að keyra bara alveg heilt síson svona nokkuð klakklaust. Þannig að já, það var bara veisla að ná upp tengingu við bílinn. Tók miklu lengri tíma heldur en ég vildi og bara ég einhvern veginn, já, stóð mig bara ekki það vel í sumar, það var aðalmálið. Það var bara aðalaksturinn sem að var að bregðast okkur í sumar held ég. Þannig að vonandi í vetur eða vor þá ætla ég að reyna að keyra meira og við verðum bara að fara og testa fjörurinn og stilla hana betur inn, þó svo ég hélt að hún væri helviti góð. Mér finnst hún vera rosalega góð, en það var eitthvað, já eins og ég segi, þessi seinasta braut þarna alveg sveik mig þvílíkt. Ég var svo viss að ég væri að fara þarna upp og þetta var svo fært fyrir mig, eða hélt ég allavega, en frákastið að fyrra barðinu þarna hendi mér upp og bara, já, hrekti mig í bæði skiptin, þannig að já, því miður, en með því hefðum við náð að krafsa okkur upp í pall. Ég held við hefðum ekki samt einu sinni náð öðru sætinu.
Og sami með þriðjubrautina er eiginlega hægt að segja með fjörurina því að já, fæ svolítið meira frákast heldur en ég hefði viljað en svo er líka bæði þá kannski vantaði aðeins meiri ferð eða ég fór ekki alveg rétt í barðið, það er oft erfitt að segja. En já, svona heilt yfir, seasonið bara mjög fínt og mikið annað að gera heldur en torfæra í sumar líka þannig að þetta er bara búið að vera mjög fínt og verður mjög gott að fá smá break frá þessu til að geta klárað önnur verkefni. Eins og þetta sem ég ætla bara að reyna að klára í dag reyndar. Í dag er sérst sunnudagurinn eftir stangaveiðar. Það er viðbjóðslegt veður, þetta er bara, það er ekki líft að vera úti í þessu helvíti, það eru sko 20 og eitthvað gráður, 21, 2 gráða, ég er bara, það er ekki hægt að anda í þessu, en allavega, já, þannig að með því held ég að ég endi þetta vlogg bara hérna, góður endir á tímabilinu og svona heilt yfir bara gott tímabil að því leiti að ég gat keyrt og lítið af bílnum. Þannig að við vonum bara að við höldum því áfram á næsta ári og ég færi bara að standa mig betur, þá fer þetta bara alltaf smella. Þannig að ég þakka bara fyrir áhorfið í sumar. Rosalega gaman að heyra frá öllum sem að horfa á þetta. Eins og ég segi, það kemur alltaf á óvart hvað horfur mikið af fólki á þetta sem er magnað. Þetta er þó, ég tel þetta að vera frekar vínþættir heldur en kennslumyndbönd held ég með það sem að ég er góður í að skrúa þá held ég að sé frekar að fólk hlæja því heldur en læra því. En já, þannig að ég þakka bara fyrir árið í sumar og svo er þetta ætla ég að reyna að halda áfram. Það er nóg af verkefnum í skúrnum þannig að ég verði eitthvað að sýna frá. Förum sennilega að fara að huga að jeppum og vélaskipti í jeppum og breytingum og eitthvað þannig að það verður nóg að gera þó svo torfærinn sé búinn. Ég held áfram að reyna að vlogga og sýna frá því og sjá hvort það sé ykkur áhugi fyrir að fylgjast með því. En já, þannig að ég þakka bara fyrir áhorfið í sumar og við bara sjáumst í næsta vloggi.